Sælverði föstudagur 1. febrúar, Hrafnaþing. Heimastjórnin fullskipuð hér á eftir á fiskislóðinni, ég á Key Largo, stóru eyju á Suður-Flórída, þar sem að kuldaskil fóru yfir og sem gerðu það verkum að hér allir í úlpum og peysum þó að hitinn fyrir okkur Íslendingana úti séu 20 gráður. Tekið fram að þessi inngangur myndritaður áður en búið að tilkynna nýjan formann Samfylkingarinnar, en ég sá að gamla bekkjasystir mín sem til allra Guðs lukku á leið út úr pólitík á Íslandi sagði í setningaræðu á landsfundinum að úrslit eða úrskurður EFTA-dómstólsins segði ekkert það að ekki hefði átt að reyna samningaleiðina. Þetta konan sem að fór á 4 fætur þegar dómurum var kveðinn upp og bað að ekki yrði leitað að sökudólgum. Hún sjálf einhver heftugasti stjórnmálamaður seinni tíma Íslandssögunnar. Ekki lifandi skelfingar óskup verður mér létt þegar hennar ferli lýkur. Og hún getur snúið sér að ömmustörfum og öðru sem að fer henni örugglega betur heldur en að reyna að stjórna þjóðinni. Ég hef sagt áður og segið enn að ef Árni Páll verður kjörinn formaður Samfylkingarinnar þá verður eins og til verði nýr flokkur á íslenska stjórnmálasviðinu. Sennilega mun honum þá takast að eyða síðustu leifum kommunistana eða allaballana gömlu sem hafa tröllriðið þessu ríkisstjórnarsamstarfi í boði Framsóknarflokksins. Svo ég stríði Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni örlítið sem að það heilmikið kredit fyrir hans þátt í Icesave-málinu en ekki jafnmikinn hrós fyrir að hafa verið upphaflegur guðfaðir þessarar tæru vinstri stjórnar. Þing eða kjördæmavika í gangi, þannig að þing setur ekki þessa vikuna byrjar aftur 11. eða annan mánudag. Búin að leggja fram breiða sátt enn eina aðförina í Íslandsfjárútvegi, segir Steingrímur Jóhann, sem að syngja sinn svanasöng í íslenskri pólitík líka til allra Guðs lukku, vonandi snýr hann sér bara jarðfræðistörfum í framtíðinni. Þeir getur ráðað hjá Orkustofnun eða mannviti til dæmis. Vonandi lætur hann af pólitískum refilstigum, skulum við segja. Ég hef áhyggjur af því. Við höfum ræðið það hér á eftir, heilbrigðisráðherrann fyrrverandi og heimastjórnin að dæmisagan eða sagan hann Sigmar B. Hauksson sem gleymdist og lá heima hjá sér í 9 daga, sárkvalinn og þjáður og dó skömmu seinna vegna þess að hann gleymdist í Landspítala sem yfirkeyrður þar sem fólki yfirkeyrt, segir upp í 100-tali og á að reyna að stinga upp í það á einhverju dulsu upp á 4,8% og menn halda það að allar aðrar stéttir á Landspítalanum muni sitja bara eins og öll dýrin í hálsarku í glöð og í góðu skap. Var það ekki langt heimastjórnin hérna handan við auglýsingahlé. Enn fáum við hjá BOT réttingarsbrautun viðurkenningar, 5 stjörnur frá Sjóvá og gæðavottun frá Bílgreinasambandinu, staðfesta úrvalsvinnubrögð og besta tækjabúran sem völ á. BOT þú vilt vera viss. Langalína 15-23, Sjálandi Garðabæ. Fjölskylduvænt hverfi í fallegu umhverfi. Byggingafélag Gylfa og Gunnars. Hjá aðalskoðun taka þaulreyndir og þjónustuleiprir fagmenn á móti þér.
4 skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og líka í Reykjanesbæ. Hlökkum til að sjá þig. Dolmio, 100% náttúruleg pastasósa, 10 safaríkir tómatar í hverri krukku og engin aukaefni. Hvenær þinn Dolmio dagur? Verið velkomin í hreyfingu og Blue Lagoon Spa. Bókið frían pröfutíma á hreyfing hjá hreyfing.is eða í síma 414 4000. Vegna mikillar sölu óskum við eftir öllum gerðum eigna á söluskrá. Fasteignahöllin Smáratorgi, fasteignahöllin.is. Afnám verðtryggingar. Framsóknarfélag Reykjavíkur boðar til opins fundar afnám verðtryggingar miðvikudagskvöldið 30. janúar klukkan 8 á Grand Hotel. Meðal framsögumanna eru Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og fleiri. Framsóknarfélag Reykjavíkur. Sjávarútvegur með laskaðar undirstöður gagnast hvorki byggð sinni né þjóð. Heilbrigður sjávarútvegur styður heilbrigt efnahagslíf. Vísir HF Grindavík, Þorbjörn HF Grindavík, Oddi HF Patreksfirði. Okkar vakt lýkur aldrei. Farandgæsla, myndeftirlit, aðgangsstýrikerfi, fyrirtækjalausnir Securitas. Fótboltinn hefur fært mér margt. Frábæran félagsskap, háskólanám og skólastyrk í Bandaríkjunum, margar af bestu stundum lífs míns. Það sem hefur fleytt mér áfram keppnisskapið. Ég ætla að vinna. Að klæða sig í landsliðsbúninginn toppurinn á öllu sem knattspyrnukona. Það allt hægt ef þú leggur þig fram. Samsung sjónvarpstækin uppfylla alla þína drauma. Láttu drauminn rætast með hátækni sjónvarpi frá Samsung. Samsung-setrið, Síðumúla, Ormsson. Brautarholtsvöllur, einn af 5 skemmtilegustu sem Þórður Rafn Gissurarson, atvinnumaður á EPD-bóndaröðinni, hefur spilað. Nýir félagar velkomnir, gbr.is. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Já, aðalmáli núna náttúrulega bara að þjappa okkur saman og búa okkur undir þessi átök og við ætlum náttúrulega að skila lykilhöfum bara sem mestum afslætti og það snýst leikurinn. Óbí lykilhöfar fá bara sem mestan afslátt og það fæst með að skora mörk. Krónur eru mörk, mörk eru krónur. Snýst það. Strákarnir okkar stjórna afslættinu. Taktu þátt í Facebook-leiknum og náðu þér í óbí lykil. Hægri grænir ætla að setja neyðarlög fyrir heimili fólksins í landinu strax eftir kosningar og leiðrétta öll verðtryggð húsnæðislán 45%. Hægri grænir flokkur fólksins. xg.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Saraftur, Franki Rarsbó og Fiskistóðinni heimastjórnin öll saman komin hér í fyrsta skipti síðan í fyrra. Sennilega, Hallur Hallsson hefur verið önnur kann vera veikur og í útlöndum alls og velkomin vinur, gaman að sjá þig. Takk sömuleiðis. Gott að vera með þér. Og ég bara hugsa það þegar þessi gleði tíðindi bárust á Brussel að við stóðum vaktina að mikilli hörku, bæði þú Jón Kristinn og Hallur voru með þætti til að berjast gegn þessu. Fjármálaráðuneytið fékk þátt hjá okkur á móti 4 þætti og við sýndum tóman stól ráðuneytisins í fyrstu 2-3 þættina og svo sendu þeir fyrir rest G. Pétur. Hvað heitir hann? Matthíasson. G. Pétur Matthíasson. G. Pétur Matthíasson, prófessorsbróðir. Bróðir prófessorsins. Það sendur og kom hingað svona með miklum semingi að fórna sér fyrir flokkinn og ráðuneytið. Er
hann ekki blaðfulltrúi Vegagerðarinnar? Jú, hann opinber starfsmaður. Vegvísir sem hann átti að sjá það. Heyrðu, en við bara byrjum á því að Hallur, þú ert bara svo lengi í burtu að kommentera á þessa atburði. Já, þetta eru náttúrulega stórkostleg tíðindi og við komum, mér mjög minnistætt þegar hópur manna, við vorum eitthvað 15 manns, sem komum saman í þjóðmenningarhúsi miðjan febrúar 2011 til þess að boða til undirskriftasöfnunar gegn Icesave hans Buchheits, Icesave 3. Og þetta var gott fólk sem vandaði sig rosalega vel. Við settum að stað undirskriftasöfnun á netinu og við fengum strax gríðarlega góðar viðtökur. Við sættum náttúrulega hörðum árósum eins og við var að búast en fólk var svo ákveðið því að gera þetta vel og við gerðum það vel og á skömmum tíma vorum við komin með í hátt í 50.000 á bara nokkrum dögum, 50.000 undirskriftir og við fórum með þær til forsetans og afhentum forseta Íslands þessar undirskriftir sem gerðu að verkum og voru raun og veru forsenda þess að hann tók þessa afstöðu á þeim forsendum sem hann gerði og hann gat vísað til þess að þjóðin hefði komið þarna öðru sinni og beðið þjóðaratkvæðagreiðslu þennan Icesave þetta Icesave bull ef ég má kalla það svo. Þetta var afar vel heppnað og fólk var afar ánægt og enda hafði það staðið afar vel að verki. Með Icesave 3 miðað við 28. janúar síðastliðinn þá hafði þjóðin sparað sér ríkissjóður 80 milljarða. En auðvitað, menn hafa nú reynt að slá á hvað Svavarsamningurinn stæði í ef að hann hefði komið til fullnustu og þá hefði það verið einhverju 240-50 milljarðar. Til viðbótar? Nei, hann hefði kostað það, fyrsti. En þessi þriðji sem var náttúrulega ekki eins dýr hefði kostnaður við Icesave 3, samningi sem þjóðin hafnaði í þjóðaratkvæðagreiðslu, hefði verið stæði í eitthvað 80 milljörðum króna. Þarna kom þjóðin, tók fram fyrir hendurnar á stjórnvöldum, tók fram fyrir hendurnar á Steingrími og Sigfússyni, tók fram fyrir hendurnar á Jóhannu Sigurðardóttur og öllum þessum áfram hópum Íslands sem að berjast fyrir því að fara með þessa þjóð inn í Evrópusambandið og hér erum við og þjóðin stendur uppi sem sigurvegari og það og þessi frétt hún hefur farið allan heim og vakið mikla athygli, stórkostlega athygli. Mér liggur við að segja að þetta sé annað Eyjafjallagoss. Í golfklúbbum mínum helgina að þegar þetta var þá voru allir að spyrja náttúrulega vissu ekkert hvað Icesave var eða neitt en sá að við unnið einhvern alþjóðlegan sigur og svo var annars að fylgjast með að því ég þarna þá lesa maður aftur með Icelandic menn vissu allt blæ stúlkan hefði unnið og sagði good for her en Gulli, mín tilfinning svo það sem ég les og ég alltaf ekki verið að hlusta útvarp eða sjónvarp, ég nenni því ekki svo mikið mín tilfinning svo að þetta fólk sem stóð fyrir þessu ofbeldi og ætlaði að keyra þennan samning í gegn ofan í kokið á okkur að þeim sé bara alveg saman
Ég sá að Ásmundur Einar var að nýta í Árna Þór sem var alveg brjálaður og vísaði því algjörlega frá sér að hafa verið eitthvað að reyna að beita fólk þvingunum. Ég meina, ömmi sagði það bara sjálfur. Ég sagði að mér vegna þess að Jóhanna, hún sagði bara ríkisstjórnin fer ef ekki allir eru með. Þannig að tilfinningin mín svo að þeim sé nákvæmlega saman. Þeir eru náttúrulega mjög slegnir yfir niðurstöðunni. Hvar sér maður það, Gulli? Já, ég held að sjá það til dæmis í viðtölum bæði við Steingrím, sérstaklega Steingrím og Jóhönnu, þegar Steingrím segir sko, ég ætla ekki að segja að tár hafi fallið sko, þú veist, en það var samanbyrðið, þetta gleðidagur, ég hef aldrei séð minni gleði í nokkru andliti eins og andliti Steingríms J. Sigfússonar þegar hann sagði þetta. Það var, og þau vita ekki hvernig þau haga sér. Við erum og við sjáum náttúrulega að það var búið að setja ákveðið spinn á stað, eins og bara til dæmis fundurinn sem að datt skyndilega niður hjá Samfylkingarfélaginu, hvaða afleiðingar Æsir-dómurinn myndi hafa, vegna þess að þeir voru alveg sannfærðir það að við myndum fá einhvern skell fyrir dómstólunum. Og það er mjög þungt yfir stjórnarliðum í þinginu núna, mjög þungt. Af ástæðu og enda ég er alveg þess sannfærður það að þeir voru búin að leggja og þetta átti að vera svona sko upptaktur í kosningabaráttunni væri neikvæð niðurstaða fyrir Ísland í þessu dómsmáli sem við gert það verkum að það hefur verið svona þau hefðu ekkert legið á því að segja við höfum rétt fyrir okkur og það hefði ekki komið neinar yfirlýsingar það að við skildum ekki leita neinna sökudólka ef að þetta hefði farið einhvern veginn öðruvísi. En málið það sem ég ætla að segja við ykkur, sem voru hluta mínum rökum þegar ég var að tala gegn þessu á Hrafnaþingi fyrir 2 árum síðan, að ef að Ísland tapaði þessu máli, það myndi einfaldlega bankakerfi Evrópusambandsins, því Evrópu myndi fara bara hreinlega eins og dóminó, vegna þess að ef það yrðist lögfest af EFTA-dómstólnum að þjóðir heims bæru ábyrgð á skuldum og gjaldþrotum einkafyrirtækja, ég meina, það myndi að hrynja. Ég get ekki skýrt hvernig nokkrum manni datt í hug að EFTA-dómstólinn myndi dæma þjóðir Evrópu allar í heildinu sem ábyrgar fyrir skuldum áreiðumann. Það er nú samt sem að þannig að þeir eru búin að breyta innleiða tilskipuninni og það er eitt af því sem dómurinn tekur á. Segir sko, nú er ESB búið að ganga lengra og þetta er innstæða tilskipunin sem að ég barðist gegn hér, hún er ekki komin í EES-samninginn og við komum í veg fyrir það þarna í stjórnarandstöðunni, þetta væri að lög á Íslandi. En nú er þetta komið mjög skýrt fram í tilskipun Evrópusambandsins að það er búið að hækka þetta úr 20.000 eurum í 100.000 eurur og núna er það þannig að ríki ber ábyrgð á því að þeir séu fjármagnaðir innistæðu sjóðirnir. Þannig að núna er rauninni komið ríkisábyrgð á þetta eftir nýju tilskipun ESB sem er fullkomlega galið og eitthvað sem að við Íslendingar, ef við neyðumst að taka þetta upp, þá erum við mjög slæm máli því að þetta getur aldrei gengið upp. Ég held að það sem að menn hafi nú komið óvart, jafnvel alveg sama hvoru menn voru, að það koma óvart, í fyrsta lagi er þetta staðfesting á því að EFTA-dómstóllinn er sjálfstæður. Hann er alvöru dómstóll. Og við höfum alveg séð, eins og til dæmis þegar átt að fara í gerðardóminn haustið 2008, sem var alveg sko, eitthvað sem að Íslendingar voru tilbúin í, þá var bara komið með niðurstöðuna fyrir. Og það er það sem að hræðir mann pólitíkin í þessu. Maður bara segir þessu að maður hræddur við að þessi dómstólar og þessi kerfi sem við erum búin að byggja upp, eða við, eins og Evrópa er búin að byggja upp, að hún standist ekki þegar pólitíkin veitir raunverulegan þrýsting. Þannig að, og það koma óvart að þetta skildi vera svona afgerandi. Það sem menn áttu frekar von á, og það var svo sem alveg bæði menn sem voru beggja vegna borðsins, að ætti von á að þetta væri svona, yrði langur dómur sem menn þetta vinna úr, það sem væri ekki svona algjörlega klippt og skorið. Og þetta kom til dæmis þarna in defense-mönnunum sem maður kannski mest samskipti við, skemmtilega óvart og öllum þeim sem eru að manni finnst vera bestu sérfræðingarnir í þessu, að þetta væri svona klippt og skorið og þetta væri gott eins og gat orðið. Jón Kristi. Já,
heyrðu í mér? Já, ég heyri í þér. Ég sagði Jón Kristi. Já, blessaður. Fyrsta lagi, náttúrulega vil ég gera svo þú Ingvar, það að óska íslensku þjóðinni til hamingju með þetta. Og sérstaklega ber að þakka Indefense og svo ykkur Advice hópnum. Og samstöðu þjóðar. Og samstöðu þjóðar og þessu fólki. Já, það voru þessir einstaklingar sem þó lögðu vinnu, gríðarlega vinnu og líka, hvað ég segja, svona persónulega metnaði þegar að ræða þetta við þjóðina. Vegna þess að ríkisstjórnin neitaði að ræða þetta við þjóðina. Ríkisstjórnin neitaði að ræða þetta við þingið. Alla þessa samninga. Og ég vil bara, þú veist, þakka þessu fólki fyrir og auðvitað á þessi sjónvarpsstöð þátt í því að ljá þessum hópum rödd og við buðum svo sannarlega líka fulltrúum ríkisstjórnarinnar að koma og tala en það var ekki virt. Þannig að það er ekki hægt að saka. Já, það komu þarna í mýflugumynd. Það er ekkert hægt að tala. Þeir tóku ekki debatti við þetta borð hér eins og þeir hefðu átt að gera, eins og bara fullorðnu fólki sæmir. En það sem mér finnst skemmtilegast við þetta, og ég ætla ekki að hafa langa ræðu þetta, að það er þessi pæling sem er svolítið útópíska súrrealist núna, hvað ef að dómurinn hefði fallið á hinn veginn? Hvar væru við þá? Nú eru Steingrímur og Jóhanna og þetta fólk sem var að mæla með því að við myndum samþykkja samninginn og töldu það vera merkið þjóðarstolt og þennan réttu leið að koma fram við nágranna okkar í Evrópu. Hvað ef að við hefðum tapað við þetta borð? Hefðu við fengið sömu meðhöndlun og þau eru að fá? Það er svona þegar nú óþarf að vera með einhverja þórðagleði, þið skulle alls ekki vera að hjóla í okkur þó að þið hafið haft rétt fyrir okkur og við rangt fyrir okkur. Hvernig hefði þetta verið til dæmis? Hvernig var ég talað Davíð Oddsson núna? Hvernig var ég talað forsetann? Eða Indefense? Eða þessa sjónvarpsstöð? Þið getið rétt ímyndað ykkur klærnar og hríðskotabyssurnar sem væru núna beint að okkur. Það er vert að minna á það að þetta fólk sem situr í ríkisstjórn Íslands beitti sér fyrir ákæru á hendur Geir Haarde fyrir landráð í einmitt Icesave málinu. Og það er líka vert að minna að mínu viti þá eru 3 menn sem hafa staðið vaktina afar vel í þessu máli og leitt það að mörgu leyti. Það er náttúrulega forsetinn sem stóð vaktina með þjóðinni og fyrir þjóðina. Það er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, sem hefur verið afar skelligur í þessu máli og svo þriðji er Davíð Oddsson sem strax frá upphafi og strax áður en okkur annar hafði í raun og veru vakið máls á því gert athugasemdir við og hvatt stjórnvöld, þáverandi ríkisstjórn, til þess að standa eða borga ekki skuldir óreiðumanna. Og það stæðu engin lög, íslenskri þjóð bæri ekki skylda til þess. En þetta fólk sem fór fram með þetta mál, Steingrímur Sigfússon og Jóhanna Sigurðardóttir og þessi ríkisstjórnarflokkar sem núna í raun og veru mælast orðið í bara eru nánast við að þurrkast út að þeir og þessi æsideila er þessu fólki til ævarandi skammar. Má ég aðeins að því ætla að fá að klára sko, þegar ég er að tala hvernig þetta hefði orðið ef að dómurinn fallið á hinn veginn, þá er ég að vísa til þess að í fyrsta lagi var þessi þjónkun við þessi ríki í Evrópu, Holland og Bretland hreinlega þeirra ticket eða farmiði inn í Evrópusambandið. Númer 2, þá var ofbeldi viðhaft. Það voru hótanir ekki bara við einstaka þingmenn í stjórnarflokkunum sem höfðu miklar efasemdir þetta. Ögmundur eins og Guðlaugur Þór lýsti áfram sagði hann hafi sagt að sér, þó ég held að Ögmundur hafi sagt sér út af því að hann gat ekkert í heilbrigðisráðuneytinu, það er önnur saga. Og það var haft í hótunum síðan við þjóðina. Hvað áttu við að verða?
Það átti alltaf að fara hérna í kaldakol, við áttum að vera Kúba norðursins, við áttum ekki að fá neitt traust neinstar, við vorum algjörlega einangruð. Þannig að ofbeldið, og við megum ekki gleyma því, að Jóhanna Sigurðardóttir og Steingrímur J. Sigfússon notuðu ofbeldi til þess að reyna að fá þessa samninga samþykkta. Og beittu blekkingum. Má ég aðeins taka fyrir, ég alveg hjartanlega sammála, það hollt að hugsa eins og Jón Kristinn leggja hérna upp. Hvað ef? Það væri engin að segja hér, heyrðu, við skulum ekki leita sökudólkum. Það væri enga slíkar setningar. Og það fólk, eins og þú ert að nefna hér, og ég sagði í þinginu, gott og vel, tölum bara svona, ekki neini sökudólkar. En ef á að vera sannfærandi, þá þurfið þið að ganga fram og biðja núna Geir Haarde og hans fjölskyldu afsökunar. Og þeir ættu nú kannski að hætta að skrökva því að Davíð Oddsson hafi komið Seðlabankanum í hausinn, því að það tengist nú akkurat þessu máli. Þeir settu neyðarlögin að þá fóru kröfur Seðlabankans aftar, en innistæðueigendurnir, bresku, hollensku og íslensku, þeir fóru framar. Það er sannleikurinn í málinu. En ef við ætlum að telja hverjir gerðu hvað, þá er nú samt svolítið langt seilst. Við getum alveg sagt, eins og Sigmundur Davíðsson staðið sér mjög vel í þessu máli og prýðismaður sem kann mjög vel. Við getum nú alveg sagt að hann ber nú ábyrgð á þessu öllu saman. Hann bjó til þessa ríkisstjórn. Já, fullkomið barnaskapur. Það er náttúrulega pólitískt hagsmunaskap góð upp á 10. Lengsta umræðan í bara þingsögunni er Icesave. Og þar hefur allur Sjálfstæðisflokkurinn staðið saman í því. Þarna þó svo og þeir aðilar sem að greiddu atkvæði innan Sjálfstæðisflokksins með samningnum að allir þeirra, ég fullyri það, allt þetta fólk, að það gerði vegna þess að það taldi að hagsmunum Íslands hafi betur borgið og var búin að standa sig mjög vel í öllum þessum samningum. Við skulum ekki gleyma því að það átti að klára Icesave 1 á nokkrum dögum. Ég man alltaf eftir því ég bað að fá að sjá samninginn og fulltrúar fjármálaráðuneytisins sögðu á nefndarfundi, þið megið ekki sjá hann, hugsanlega má Ríkisendurskoðun lesa hann og túlka hann í ykkur. En síðan lag honum einhver á netinu áður en að við, þingmenn sem áttum að samþykkja þetta, fengum að sjá þennan. Kom inn bréfalúna hjá einum indie-fensmannunum á 17. júní. Nákvæmlega, það sem ég er að segja þetta að við skulum heldur ekki fara þá leið að taka það fólk sem hefur stóð sér vel alla þennan tíma, þó svo að það má fara rauk fyrir því á síðustu metrunum en ekki tekið rétt ákvörðun og segja, heyrðu, þið bara, allt það sem þið gerðu skiptir engu máli. Það er ekki sanngjarnt, því að þetta hefði aldrei afhjúpast, þetta er aldrei orðið þetta mál, kosningarnar í þjóðaratkvæðinu aldrei unnist ef að menn hefði ekki staðið í vaktina í þinginu, tekið umræðuna, þannig að fólk áttaði sig á hvað eru ferðinni. Því allir fjölmiðlar, hagsmunaaðilar voru allan tíman í öllum samningunum á móti stjórnarandstöðunni í þessu máli. Við skulum líka vera fer í því að við skulum ekkert vera að horfa undan því að stór hluti þingflokks Sjálfstæðisflokksins greiddi atkvæði með þessum samningi að því frágengnu að hann færi í þjóðaratkvæði. En ég spyr bara á móti, hver í fjandanum tók Bjarna Ben og afvegaleita? Já, þú verður auðvitað að ræða þessa hluti bara við þá sem að Nei, ég meina, þú sast á þingi þarna líka, ég meina, þú varst þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Hann, sko, þarna rök hans, og hann fór með það hvað eftir annað, rök hans voru þessi að það væri þarna þess virði að eyða óvissnu með því að gera það svona. Ég spurði hver plata það? Þetta er kannski, má ég hans, þetta er kannski ekki spurning plat. Jú. Nei, veistu það, Ingvar Hrafn, má ég, sko, ég var gjörsamlega ósammála Bjarna Ben og Þorra þingmanna Sjálfstæðisflokksins og var mjög óánægður með þessa afstöðu sem þau tóku. Vegna þess að prinsiplega séð þá var það, sko, allavega í minni réttarvitund algjörlega óþolandi að láta mig og mína fjölskyldu og mína vini og síðan þjóðina borga það sem Landsbankinn hafði rænt. Það var bara þannig. Það var bara svoleiðis. Og mér fannst það vera prinsip sem við áttum að standa mjög klárt á, síðan kom þessu lagatæknileg atriði. Ég hins vegar, ef við tökum Bjarna Ben sérstaklega fyrir, þá verð ég að segja það. Ég bara tek hann sem formann flokksins og oddvita og leiðtoga. Hann mætti mörg hundruð öskurreiðum sjálfstæðismönnum upp í Valhöll og sýndi þar alveg geysilega mikla forystuhæfileika með því að synda á móti straumnum og bera rök fyrir sínu máli. Það svarar ekki minni spurningu hver plataði Bjarna Ben. Það platar ekki Bjarna Ben, hann tekur bara ákvörðun. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, hvað hét hann aftur? Hann hlýtur að hafa
komið með þau rök heim að þetta væri þess virði, Lárus Blöndal akkurat, að það væri þess virði að mæla með að samningurinn eru samþykktur í þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að réttaróvissan væri ómikil. Þannig held ég að það verið. Það ekki vafi á því, Yngvi, að Bjarna Benediktssyni urðu þarna á alveg stórkostleg pólitísk mistök. Og og hann náttúrulega bara situr upp með það. Það nú bara svona einfalt. En ég get alveg sagt þér sko að, og ég tekið undir það með Guðlaugi, að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hann situr uppi með að vera guðfaðir þessar skelfilegu ríkisstjórnar. Það út af fyrir sig alveg rétt. Auðvitað menn taka ákvarðanir sem gerði þessa ríkisstjórn. Samþykkt að fara í kosningar. Bjóði þarna til. Það bara þannig. Þannig að sko menn geta diskutera svona fram og tilbaka. Aðalatriðið að það var reynt að beita blekkingum. Það var reynt að halda samningnum frá þjóðinni ofbeldi. Með ofbeldi og þetta sama fólk sem beitti blekkingum og gekk fram eins og það gekk nú að ganga fram fyrir þessa þjóð og biðja að það verði kjörið á Alþingi í kosningum núna í apríl. Mér finnst það óskammfeilni. Þetta fólk, það á að skamma sín og þá að draga sig út úr pólitík, segi ég. En svo örstuð, auglýsingarlega, ég ætla að segja ykkur við það að sakfræðingar frambjöðurinnar eftir menn ykkar í túlkun á því sem gerðist, að þeir munu lýsa þessu Icesave-dæmi sem einhver skelfilegasta dæmi heimóttarskap lítillar þjóðar norður í hafi vegna þess að heimóttarskapur Þistilfjarðar Smalans og flugfröðina gömlu aukkunarverður. Ekki segja þetta þjóðina því að þjóðin setti hnefann í borð og sagði ég vil ekki ná miklaða hafragraut. Þú ert að tala heimóttarskap, VG og Samfylkingar. Það málið. Á hverjum degi ræstir BG hundruðir sameigna í fjölbýlishúsum á höfuðborgarsvæðinu. Láttu fagmenn sjá þrifin hjá þér. Það hagkvæmara en þig grunar. BG. Við tryggjum þér hreinni framtíð. Bombay borgari 140 gramma kalkunarborgari í speltbrauði með mango chutney, aðeins 590 kaloríur, aðeins 1290 krónur. Texas borgarar, Grandagarð 11. Nú stendur þér til boða að fá einkakennslu á tölvu, spjaldtölvu og snjallsíma. Vilt þú ná hámarksárangri í tölvunni þinni eða öðrum tækjum? Leiðbeinandi Ólafur Kristjánsson. Allar upplýsingar á netkensla.is. Eftirminnileg upplifun. Steik eins og steik á að bragðast. Argentína steikhús. Fermingarveislur. Löng og farsæl reynsla lykillinn að vinsældum fermingarhlaðborðana frá veisluþjónustu Magnús og Inga Magnússonar veitingamanns á sjávarbarnum. Klassískt heitt og kalt hlaðborð á aðeins 1990 krónur á mann. Klassískt kaffihlaðborð á aðeins 1690 krónur á mann. Nánar upplýsingar á sjávarbarinn.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Þaraftur heimastjórnir fullskipuð við störf hér á fiskislóð 14 kallinn á Kilargó. Það eru bara 4000 mílur á milli okkar en hér mikið kuldakast í gangi, komu kuldaskil úr norðri og hitinn lækkað úr 27 niður í 20 og hér allir í úlpum og peysum. Að norðaustan stinningskaldi og þó það sé 20 stiga hiti úti þá alveg skítakuldi. Þannig að norðanáttin sem kemur neðan ofan frá Kanada og Nýfundalandi, hún skríður með ströndinni hérna, hún 20 gráðnar, hér svona eins og 5 gráður heima. Og þeir sem eru upp í Orlando, það bara 10 stiga hiti. Auðmikið þú. Ég ætla að segja við ykkur kom að allarlegu meini í heima og nú ég að tala við okkar Sigmar B. Hauksson sem að blessuð sér minning hans sem að ég veit ekki hvort hann að verða
það sem að gerast í heilbrigðisþjónustunni að það sem að manni því miður skilst að hann hafi liðið miklar kvalir síðustu daga lífsins vegna þess að ég veit ekki, yfir álagi á spítalann, lækna mistök eða hvað, hann virðist gleymast. Hann virðist týna. Hann sendur heim og sagt að það verði haft samband eftir að sérfræðingar hafa skoðað sjúkra skýrslu og hvað eigi að gerast og því að Sigmar hafði óbilandi trú á íslensku heilbrigðiskerfi þá kvartaði hann ekki. Og við veitum það, nú kann það ekki hafa breytt neinu og hann hefði dáið svona fljótt strax en hann allavega, hann þjáðist. Og við vitum það og fjölskyldan hans ósátt og það eiga allir að vera ósáttir. Og nú vil ég fá að heyra frá fyrrverandi heilbrigðisráðherra. Hans mat á stöðunni, það hefur verið að bjóða hjúkrunarfræðingum einhverja 4% kauphækkun í einhverju nýju stofnanasamningi og launahækkun 3,25% á frjálsum vinnumarkaði. Horfðu á þetta með okkur, Gulli. Fyrst aðeins út af Sigmar sem var nú góðu vinur minn og ég heimsótti hann nú á spítalann. Þetta var mjög erfitt. Sko, það er ekkert hægt að afsaka þetta. Þetta er algjörlega óafsakanlegt og það er ekki hægt að bjóða neinum upp á þetta. Og það auðvitað veldur manni áhyggjum. Sigmar var þekktur maður, þekkti marga og það sem að fór að hugsa hvað geta allir þessi fjöldi sem er ekki jafn þekktur og er ekki bara í þjóðfélaginu einhverju aðrir sem að hafa farið undir radar með sama hætti. Og ég er búinn að segja það frá fyrstu mínútu og þess vegna fór ég nú í þessar erfiðu aðgerðir og við sjálfstæðismenn strax. Það var til þess að bjarga þjónustunni, halda upp í þjónustustíginu. Það var ekki gert, menn fóru þess í stað í svokallaðan flata niðurskurð og það er ekkert sem kemur verr niður á þjónustunni heldur en flatur niðurskurður. Og það er engin vafi að íslensk heilbrigðisþjónusta er búin að bera verulegan skaða, ekki bara út af því að hér eru minni framlög, ekki bara vegna þess, heldur líka vegna þess að henni fullkomna stefnuleysi. Og það birtist í mörgum hlutum. Þegar allt í einu komið þannig þó svo búið eða gríðarlegum fjármuni að byggja upp hjúkrunarrými, þá erum við sagt búin að búa til aftur þessa biðlista innan á spítalanum. Það er fullt af fólki inn á spítalanum sem má ekki vera þar. Og það er eins dýrt eins og getur orðið svo dæmi sé tekið. Og þetta er bara birtingamynd af lélegri stefnumótun sem kemur beint niður á sjúklingunum. Og ég spyr líka, hvar er landlæknir sem á að hafa eftirlit með þessu? Það er embætti sem er mjög merkilegt að því vegna þess að það á að hafa eftirlit og vera fulltrúi þjóðarinnar og fylgjast með hvernig þjónustan er. Og hvar er sú stofnun núna? Ég hef ekki heyrt nokkurn skapaðan hlut frá henni eða veit ekki til þess að hún hafi beitt sér neitt eftir að þessar skelfilegu fréttir komið fram. Svo er merkilegt að það var læknadagar voru í síðustu viku sem þeir eru á hverju ári þar sem að eru fluttir mjög margir áhugaverðir fyrirlestrar. Ég verði í næstu viku með tvo lækna hjá mér sem töluðu þar. Ætlaði að fá líka hérna íslenskur sérfræðingur, heimskunnur sem heitir Helgi Hafsteinn Helgason, minnum með hann heiti. Hann flutti erindi á þessum læknadögum sem bar yfirskriftina Hvað má kosta? Hann er krabbameinslæknir, lyfkrabbameinslæknir og starfar í Hollandi og með honum var annar læknir sem ég man ekki nákvæmlega í augnablikinu hvað heitir, þeir voru að fjalla þessu saman. Hvað má það kosta að bjarga fólki, að bjarga lífum? Þetta er náttúrulega umræða sem að enginn vill taka og menn svona sussa, velferðarráðherra segir, þegar kemur að mannslífi þá er ekkert sparað. En á einhverjum punkti að þá standa menn frammi fyrir því að sjúklingur er lagstur banalegu og hverjum á þá kosta til að halda honum þrautalausum eða verkjalausum eða andlega eins vel og hugsast getur. Kannski þetta er nokkuð sem hefur tekið umræðum í öðrum löndum og er í ákveðnu fyrirkomulagi. Hérna hefur þetta eins og nefnir, það var lítið verið rætt.
ég held að ég hef nú ekki eftir stæmið það sé ekki hægt nema bara það sé fræðilega ómögulegt að halda fólki, ef það hægt almennt, að þá ekki dýri kostnaðan í að halda fólki sko, með lyfjum að halda niður sársauka. Stundum það bara ekki hægt, en það ekki kostnaðurinn. Kostnaður felst hins vegar í því að alveg sama hvaða sjúkdóma þeir, og það sem búið að breytast undanförnum áratugum með það, að sjúkdóma sem voru banvænir, að þeir eru núna orðnir langvinnir í mörgum tilfellum. Og síðan alltaf að koma fram ný og ný lyf, og þið sáu kannski fréttir hérna strákana frá Borgarnesi, sem að fara, og þeir eru ungi strákar sem fara á lyf sem að kosta 20 ef ekki 100 miljónir á hverju ári. Það mesta 100 miljónir þegar eru allir teknir. Og mörgum brá við, en þetta sko, hefur alltaf verið. Og það alltaf, og nýju lyfin sem koma, sem fólk veit ofta ekkert hvernig virka, þau eru dýr. Og það eru stofnanir alveg gríðarlega dýr. En við verðum auðvitað að þróa okkur áfram. Sum virka ekki, sum hafa reynst bara hættulega eftir ákveðin tíma og slíkt. En þetta alltaf matið. Og í Bretlandi og Norðurlöndunum eru sérstakar stofnanir eða nefndir, þar sem eru siðfræðingar, læknar og annað slíkt, sem taka ákvörðun það til dæmis hvaða þessi nýju lyf á að taka inn og svo framvegis, og hvað fólk má vera gamalt til hvaða aldurshópur á að fá þetta og svo framvegis. Því að þetta eru ákvarðanir sem við verðum að taka, því að við getum, það engin ráðherra í neinu landi nokkuð tíman, og þannig verður það aldrei sem betur fyrr, sem getur sagt, heyrðu, ég búinn að fá nóg af peningum, ég get ekki nota meira. Það nefnilega það sem sjarmerandi við þetta, og við erum alltaf að þróast, en það kostar mikla peninga, að við getum alltaf sett meiri fjármuni í þetta, og sem betur fyrr þróun alltaf svo að sjúkdómar sem voru banvænir, þeir eru langvinnir, og við erum sem betur verið að ná árangri, að það kostar peninga. Ég þekkti Sigmar B. Hauksson í 35 ár. Þetta var nú alveg sérstakur öðlingur. Hann var mikill vinur Ómars bróður míns, Ómars í Naustinu, sem núna býr einmitt í Ameríku, upp í Pennsylvaníu að vísu, hann býr þar. En þeir voru sérlega góðir vinnir og auðvitað Sigmar B. Hauksson, hann var náttúrulega eiginlega svona einn af þessum þjóðargessimum, sko. Afar fór sínar eigin leiðir og mér mann hvað mér brá þegar ég frétti af andláts vegna þess að ég vissi ekki að hann hefði verið veikur. Ég hafði ekki hugmynd um það. En þetta hörmulegt að heyra að svona skuli hafa tekist til og þetta skuli vera að gerast í okkar samfélagi. Ég man eftir því, Yngvi, þegar þú varst að segja þetta með að fólk sé að deyja, það þannig að það búið að ganga svo að heilbrigðiskerfinu að mistökin og þjónustan sem í boði, hún hefur látið stórkostlega á sjá og þetta að verða að þjóðarskömm, þar sem tækjum haldið saman nánast á límbandi, eins og hefur verið í fréttum. Og álagið sem þetta fína og flotta fólk inn í þessu kerfi, álagið sem á fólkinu, það algjörlega ólýsanlegt og það að vinna alveg frábært starf, en því miður umgjörðin sem orðin heilbrigðiskerfi, hún með þeim hætti að það bara ekki ásættanlegt, og ég bara vona að þetta verði til þess að fólk taki mark á þessu, þar sem meðal annars þú hefur verið að segja, og þar sé farið í að vinna bug á þessu. Vonandi kemur betri ríkisstjórn til valda í vor, sem fer að þessari hörmungaleið sem þessir flokkar Samfylking og Vinstri grænir hafa leitt yfir þessa þjóð. Þetta bara verið nánast náttúruhamfarir í þessu landi undanfarin ár. En þarna verk að vinna, verulega mikið verk að vinna. Já, Kristinn, þú ert þarna svona bara eins og sérstaklega bara eins og utanborðsmótor það var einhver grínleikari sem sagði einhvern tíma þegar hann var alveg nógboðið, mér finnst eins og heimurinn sé smóking og ég brún í skór. Já, ég einmitt í brúnu skór núna, en ég náttúrulega byrja á því, eins og kollega mínir að votta vinum
fjölskyldu og vinum hans Sigmars samúð mína. Við vorum svona málkunnugir og þegar við hittumst á förnum vegi þá tókum við yfirleitt tal saman bara um veiðar og veiðitölur og hann var mikill byssuáhugamaður eins og ég og það var alltaf þessi skemmtilegi, góðlátlegi stríðnisglampi í augunum á honum og maður mun sakna að eiga það ekki á hættu að hitta hann bara í kringlunni eða á Laugaveginum. Það var alltaf, maður fekk alltaf svona hitatilfinningu, ánægjutilfinningu eftir að hafa hitt manninn, enda mikill salkeri og hann var þjóðareign og talaði skemmtilega og góða íslensku. En hvað er það sem skilgreinir okkur sem þjóð og velferðarsamfélag? Það er það að við teljum okkur hafa gott menntakerfi sem hefur hámarks aðgang fyrir flesta. Það er heilbrigðiskerfið og svo er það hið félagslega öryggisnet og svo er það bara þessi fallega eyja á náttúran sem við eigum öll saman. Það er þetta sem skilgreinir okkur og svo náttúrulega tungumálið. Það er þessi 5 hlutir sem skilgreinir okkur sem íslenska þjóð. Það er ekkert íslenskt við þá Íslendinga sem mála kúbisma eða landslag eða höggva í granít. Það er alþjóðlegt. Við getum búið til mat á alþjóðlega vísu, nema kannski þorramatinn sem kannski kemur inn í þetta þjóðlega eðli. En þegar að þessar undirstöður fara að hrynja, þá fer þjóðin að líða illa. Og þú byrjaði nú þáttinn að tala um veikindi hals sem ég veit að hafi verið mikil. Ég er búinn að, með lúna kvef, ég er búinn að liggja í 10 daga og ég er búinn að fara 3 svar til upp á heilsugæslustöð í Kópavogi á Smáratorginu og það er bara mjög fín þjónusta. En þegar maður er að ræða við læknana, heimilislæknana, er alveg önnum kafnir, alveg sveittir, vinna alveg langt fram á kvöld. Og það er það sem er einnig sjokkerind og ég bara hreinlega vissi ekki að þeir eru að segja að kannski eftir svona 10-15 ár þá voru heimilislæknastéttin bara ekki til á landinu. Það er enginn að fara í þetta. Og þá brauðum manni vegna þess að þetta er einn öryggisventil. Maður verður að geta farið með sjálfan sig eða ástvini eða vini eða börn til heimilislækni sem maður hefur einhvern grun að það sé eitthvað að. Hvort sem það eru streptókokkar eða flís í puttan eða hvað sem það er. Þannig að það eru þessar undirstöður sem við sem þjóð viljum ekki sjá molna úr. Og við höfum efni á því að hafa þetta í lagi vegna þess að við erum ekki með neitt her. Engar landvarnir, við erum í Atlantshafsbandalaginu, við erum að fá ókeypis orku hérna upp úr iðrum jarðar, við getum nýtt hana betur og meira, við eigum hérna fallega ómengaða máttur og við getum boðið hérna erlendum ferðamönnum að koma hérna í auknum máli á þess að skemma hana. Þannig að við höfum þetta í höndunum allt til þess að hafa þetta í lagi. En dæmissagan Sigmar er mjög sjokkerandi og ég verð nú bara að biðja þig afsökunar að hafa þegar að þú varst að segja að fólk færi inn á spítalinn og var bara við dauðans dyr vegna þess að heilbrigðiskerfið í eðli sínu væri að klikka. Ef að það er rétt og því miður eru ekki saga Sigmars er ekkert einsdæmi. Maður að heyra þetta víða og þetta er ekki starfsfólkinu að kenna, þetta er álag, þetta er slæmur aðbúnaður og síðan þessi megna óánægja með starfskjörin. Eigum við að gera Sigmar B. Hauksson svona að eins konar vita það sem ekki á að gerast í heilbrigðisþjónustunni. Ég meina vegna þess að þó að það væri þá, honum væri þá greiði gerður megin grafar að það sem kom fyrir hann, þar sem að hann treysti blindandi á kerfi sem brast honum svona skelfilega. Eigum við þá að segja, við viljum ekki heyra af fleiri dæmum sem líkjast því sem að Sigmar B. Hauksson fór í gegn. Mér finnst það fín til að nafni hans sé haldið á lofti í nafni bættrar heilbrigðisþjónustu. Við skulum ekkert vera að gera neinu það písla, heldur bara að segja, við viljum bara ekki, við viljum ekki heyra fleiri sögur líkar þeim sem að tengjast Sigmari B. Haukssoni. Alveg rétt, en það verður auðvitað fjölskyldu hans að ef hún vill benda á þetta, hún gerir það. Já, hún gerir það, hún er með þetta í ríkisfjölmiðlana og opnar þetta þannig vegna þess að þetta var náttúrulega aftalað
undir borðinu, þú veist að þeir hafa bara gleymt honum. Já, en það líka vel til fundi vegna þess að hann var mikill áhugamaður heilbrigðismál og beitti sig mjög á þeim vettvangi fyrir frjáls félagasamtök og með ýmsum Og í öldrunargerðunum, hann og Vilhjálmsson voru að undirbúa aðgerðir. Hann stóð sig átaki heilsugæslu eldri borgara. Hann lét mörg góð málefni sig varða og ég get tekið undir öll þau fallegu orð sem hér hafa fallið og hans verður sárt saknað. Það engin vafi. Bara samt út einu að kerfi verða samt aldrei það góð að fólk verður að huga þessu sjálft líka. Og ég ráðlegg öllum sem að eru annarkvort veikir eða eigi einhverja veika sem ættingja aðstand eða sem að þeim þykir vænt að fylgjast vel með málin sjálf og kynna sér málin því að það ekki til neitt sem heitir fullkomið og við verðum alltaf að huga okkar heilsu sjálf líka þegar við erum komin til þessara hæfa fólks og við eigum frábært heilbrigðisstarfsfólk og markmið okkar verður að vera að halda okkur á þeim stað sem að við höfum verið með þeim allra bestu í heilbrigðismálum í heiminum. Aðeins vegna þess að tíminn alltaf að fljúga frá okkur, strákar, að þetta með hjúkrunarfræðingarna og heilbrigðisstarfsfólks almennt, geislafræðingar eru næstir og sjúkraliðar koma beint á þetta og læknar mun ekkert sitja aðgerðalausir ef að fer á stað einhver hækkunarskriða í launum. Við veitum bara hvernig það hvernig dóminn og áhrifin eru ef að ein stétt fær einhver hækkun. Og ég verð að segja það að ef að hjúkrunarfræðingum verið að bjóða þeim 4,5% til að fá 250 fræðinga til að draga tilbaka sínar uppsagnir og annað. Og Elsa Björg Friðriksdóttir sagðist að því að talan 400 milljónir var nefnd sem náttúrulega þá uppað með öllum launatöndum gjöldum og öllum slíku sem myndi því að laun myndu hækka einhverja 300 milljónir sem skiptast á milli 1500 aðeila. Ég meina, einhver ríkisstjórn eða eitthvað ríkisvald nema það sem að fara þá á ábyrgðarleysin í kosningar og ætlar að fara að moka einhverjum peningum í einhverju einastétt til þess að friða sig. Nú bara spyr ég, er þetta pólitísk viska að taka einhverja stétt út úr þó að þessi hundónaður og örugglega allar að gjalda og launa hækkan að verða hjúkrunarfræðinga, að þá bara ekkert einföld formúla sem segir þú mátt hækka þennan og öll hinn dýrin í skóginu verða sá. Þú manst nú hvað gerðist þegar Guðbjartur Hannesson af sinni stjórnvisku ákvað að hækka laun forstjóra Landspítalans. Þetta tengist nákvæmlega, það tengist því. Það varð allt vitlaust inn á spítalanum og auðvitað það þannig að ef á að taka út einhverja, og það gerist alltaf, ef á að taka út einhverjar tilteknar stéttir, þá verður náttúrulega allt litrófið, þá fer allt af stað og aðrar stéttir munu krefjast væntanlega. Það sem að Íslandi í dag það að það tiltekin vitund sem við stjórn í þessu landi, fólk með tiltekna vitund og það fátæktarvitund. Það fer leiðina til fátæktar og það af því að markerast af þessari vitund og það meira og minna blokkerir og stoppar allar framfarir í þessu landi. Þetta hefur dunið yfir þessari þjóð síðastliðin ár bara frá hruni og það afar mikilvægt að nú þegar framundan eru kosningar að stjórnmálamenn axli ábyrgð og þeir skilji stöðu sína og þeir skilji hvað að gerast í þessu landi og það það að við erum að fara leið sem og erum í raun og vera að skilja okkur frá þjóðum Evrópu og við erum að fara einhvers konar venusúelska leið eða fátæktar leið eins og gerst hefur til dæmis Víetnam. Við getum staðið frammi fyrir því að ef við höldum svona, ef við fáum önnur 4 ár af sömu vitleysunni, þá geti Steingrímur komið hróðugur og sagt okkur við tekist að gera alla Íslendinga jafn fátæka. Þetta það sem að gerast og þetta það sem að. Við þurfum að rækta einstaklingin og með því að rækta einstaklingin þá ræktum við þjóðina.
og þá efnumst við og styrkjumst. Gulli, hægt að taka hjúkrunarfræði stéttina eina út úr og hækka þá og ætla til þess að allir hinir sitji hjá? Það hægt ef allir hinir eru sáttir. Já, en verða það sáttir? En ég bara hef ekki kynnt, þeir bera það fyrir sig að þeir hafi dregist aftur úr, sé ekki á sama stað í þessum samanburði og ég var að viðurkenna, ég hef bara ekki sett mig inn í það. En hins vegar áhugavert að sjá að, og menn fljótir að gleyma, hér fóru menn fram. Ögmundur Jónasson sagði þegar hann var heilbrigðisráðherra, þá sagði hann að í heilbrigðisþjónustunni væri gríðarlega mikil tækifæri til tekjujöfnunar. Það var ekki það, hans leiðarljós var ekki að bæta þjónustuna eða stytta biðlista, heldur að tækifæri til tekjujöfnunar. Og síðan hefur held ég ekki einn einasti læknir komið úr framhaldsnámi. Og ekki gleyma því að hér kom Jóhanna Sigurðardóttir, ég kom í þinginu, tók umræðu þá við Helga Hjörvar. Það voru ekki margir sem gerðu, ég sagði að þetta mikill populismi sem mun aldrei ganga upp og það var þetta stórkostlega frumvarp, bara enginn ætti að vera með hærri laun heldur en forsætisráðherra, sem hljóma nú bara eins og einvaldar, ég ætla ekki að fara inn í samling hvernig menn nálgast, það hér ertu með æðsta einstaklingin í þjóðinu og enginn á með hærri laun heldur en viðkomandi. Og í samanburði því að menn nefna... Segðu það við seðlabankastjóra. Og ákveð skoða menn nú ekki stjórnendur þessar ríkisstofnana og sjá hvað var nú af þessum lögum. En þetta var keyrt í þingi, það var tekið tími í þetta rugl, þessu slegið sér upp að þessari vinstri stjórn og síðan erum við að sjá núna að öll þessi vandamál sem að stóru verkefni sem var ýtt á undan sér eru núna að læðast fram undan teppinu og að fara að koma beint framan í okkur núna á næstu vikum og mánuðum og þessi ríkisstjórn, hún skilur eftir sig miklu meiri vanda heldur hún tók við. Bara lokaorðin, þetta sem ég sagði áðan það sem skilgreinir okkur sem þjóð, og þú spurði Gullu Þór, hægt að mynda sátt að hækka aðra stéttir umfram aðra. Það leið og það hefur einhver stjórnmálamaður eða stjórnmálaflokkur þor í að fara fram og segja það eru þessi grunngildi sem við verðum að hafa í lagi sem heilbrigðiskerfið og menntakerfið, að þetta eru þær stéttir sem halda utan þessa veigamestu þætti grunngerðar samfélagsins, þá þetta hægt, annars ekki. Jón Kristinn, Hallur Hallsson, gaman að sjá þig aftur, vinur Guðlaugur Þór. Það kjördæma vika, þannig að þingið kemur saman á mánudaginn næsta 11. febrúar væntanlega, þannig að það verður áhugavert hvað gerist á síðustu dögunum. Vinjettuskáldið Ármann Reynisson verður hjá mér á þriðjudaginn. Ég ætla að mæla með því að sem fæstir missi af því sem að hann og gleymi einn af fyrstu, fjármálajöfrunum þegar hann og Pétur Björnsson stofnuðu og ráku ávöxtun sem endaði nú ekki með neinum, endaði með flugeldasýningu, skulum við segja. Skáldið hefur ýmislegt til málana að leggja. Síðan á fimmtudaginn verða Jafet Ólafsson og Ingu Örn hjá mér og þá brjótum við til merkjar hvernig efnahagsmálin og viðskiptaheimurinn snýr við. Að öðru leyti, góða helgi, takk fyrir í dag, drengir. Góða helgi.